sestur hjá mér listamaðurinn Frosti Jón Runólfsson sem einnig leikstjóri, handritshöfundur, leikari og mjög margt fleira. Vertu velkominn. Takk fyrir. Ég er búin að vera að skoða hérna CV-ið þitt. Þú ert búin að koma alveg ótrúlega víða við. Já. Og hófst kannski þinn kvikmyndaferil í þessum skóla eða varstu kannski byrjaður áður en þú útskrifaðist hérðan? Ég myndi segja hana náttúrulega svona löglega að byrja hér. Já. Þrátt fyrir að ég gerði fyrstu myndina mína 2001. Já. Lét hann í stuttmyndakeppni á Skjá einum sem ég vann. Já, og var það þá leikinn stuttmynd? Nei, það var sko bara heimildamynd, tilviljunarkennd heimildamynd sem ég náði manni við innbrot á Hverfisgötu. Bara fyrir tilviljun náður því? Já. Já. Og þá var ég bara með svona litla Hi8 kameru á mér að því ég var að gera heimildamynd hljómsveit sem ég var í. Sem var hvaða hljómsveit? Hljómsveit Klink heitir hún. Klink, já. Þungar okkar sko. Ok. Þannig að Þannig að var sú mynd að veruleika, var þetta bara endað? Nei, sú mynd fór bara til helvítis. Hún hvarf og í staðinn fengum við mynd innbrot. Já. Já. Og þú hefur svona oft sko unnið bæði í leiknuformi og heimildamynda, en mér finnst þess að heimildamyndin sé hafi verið orðið ofan á að mörgu leyti hjá þér eða hvað? Já, ég myndi segja það. Svo skipti mig meira máli einhvern veginn sko. Og svona minnistæðis alltaf fyrir mig var hérna mynd sem að þú gerðir félagiðinnan Loft Gunnarsson, mynd sem heitir Meinvill í myrkrinu lá og kom út 2010. Mjög merkileg mynd, getur þú sagt mér hans frá henni og hvernig svona aðdragandi þeirra myndar, hver hann hafi verið? Já, þar sem ég vann þessa stuttmyndakeppni 2001, fekk þar kameru og þar byrjaði ég að vera með hana alltaf á mér og safna efni sem ég vissi í raun og veru ekki hvar myndi enda. Mikið af því endaði í heimildamynd sem ég gerði Hljómsveitina Mínus, en mikið af því endaði í þessari mynd sem ég gerði síðan Loft. Ég gerði hana sem kvikmyndaskólaverkefni. Við höfum farið saman á Kárahnjúka líka 2005 að vinna þar, ég og hann. Þar tók ég upp mikið af efni. Já, og þú eltir hann þarna alveg í nokkur ár alveg? Já, svona eiginlega ómeðvitað samt, eins og mikið af mínum heimildamyndum hafa orðið til. Já. Það var þetta efni sem að safnast upp sem allt í einu síðan öðlast líf sko. En þá þegar ég ákvað að gera myndina Loft, þá tók ég upp nýtt efni meðvitað til þess að blanda í saman við þetta gamla. Ég var svona svolítið mikið að pæla í Herzog og hvernig hann vinnur heimildamyndar sinnar sko. Því svo man ég eftir í myndinni þú ert til staðar á svona stundum þar sem maður gæti ímyndið að annars vera einn. Var þetta nokkuð leikið aftur eða? Sumt að því var, algjörlega leikið sko. Þið endurleikuð senu sem hefði átt sér stað? Já, til dæmis þegar hann sofandi inn í sundhöllinni. Hann gerði það stundum þegar hann átti engan annan stað að fara og borgaði hann sig í sund og lagði sig bara í skiptiklefanum. Já. Svona atriði eins og þessi sem ég baði hann um að endurleika. Já, að því sumum svona að mati kannski svona hreintrúaðra, þá erum við aðeins að sko brjóta reglur þar að leika senur sem að, en þetta náttúrulega, en fyrir þér þá var þetta bara hluti af listinni að vera með endurskapa aðstæður sem gerðust. Í raun og veru sko. Ég gæti alveg sko búlsittað alveg inn í, þú veist að þá væri heimildin konurnar sem voru að vinna í sundhöllinni sem ég baði að leika fyrir mig. Ég get réttlætt þetta á ýmsan hátt sko. Já. En stundum finnst mér hafa tekist að í svona tökum að henda viðfangsefnu inn í einhverja aðstæður meðvitað, til dæmis segjum að það sé Kringlan eða einhver svoleiðis staður. Og á meðan fólki sem í kring veit ekki að þú ert að gera mynd sko, þá finnst mér vera svona allavega einhver prósent af sannleika í heimildinni sko. Já, nákvæmlega. Og þessi mynd er að koma út þarna 2010 og svo deyr hann 2012, hann Loftur. Já. Þannig að hann fekk það vantarlega að sjá myndina sjálfa sig. Já. Og hvernig lagðist hún í hann? Hún þótti rosalega vænt hana sko. Já. Endurinn svolítið óhugnalegur og hann leikinn sko, og sem svolítið svona morbid, spoiler alert, hann skýtur af sér hausinn fyrir utan Kringluna, sem rosalega skrítið fyrir mig að því þetta var besti vinur minn sko. Svona eftir á að hyggja, ég fekk mikinn bömmur með að sýna myndina. Ég hef aldrei sýnt hana eftir hann dó sko. Af því mér fannst eitthvað með eins og ég væri þá að reyna að monetæsa á hvað hann var svona hæpaður upp í fjölmiðlum sko. Hann var svona táknmynd fyrir útigangsfólk sko. Já. En sem gerir myndina náttúrulega bara stórkostlega merkilega fyrir mig og mikilvæga að eiga. Já, ég meina þetta ótrúlega merkileg heimild og mjög svona falleg mynd og svona óhefbundin og svona, já, einhvern veginn fer algjörlega svona ótrúlega slóður finnst mér. Einmitt, takk fyrir það. Það er líka svona einhvern veginn eins og þannig leitast ég við
eins og mikið af þessum myndum, svona stundum fer ég að hugsa hvort það séu afsakanir út af því ég hef ekki ennþá gert mína stóru mynd sem náttúrulega alltaf markmið allra kvikmyndagerða manna. Já, stóra mynd, áttu þá við þá leikarna stóra mynd? Já, þá meina ég svona fullstyrkta mynd. Þetta eins og, ég leita ekki á mig sem tónlistamann fyrir en ég var búinn að sjá logoð af plötufyrirtækinu eða þú veist, það geta allir látið á YouTube og svona og það einhvern veginn, mér finnst eins og myndirnar mínar eiga mestan séns þar, það eru bestu heimilin fyrir það því að það voða fáir vettvangar hérna á Íslandi sem alveg synd fyrir svona left field myndir sko. Eitthvað sem ég finnst að Bíóparadís eða RÚV eða eitthvað af þessum stöðum ætti að sinna meira. Þannig að eina sem maður getur gert að láta þetta á YouTube sem að ég geri eða láta á netið en sko eins og myndin Loft og aðrar heimildarmyndir sem ég hef gert þá finnst mér að stundum eins og ég horfi alltaf til framtíðar. Ég hugsa hvað mér áttur að þykja vænt eftir 30 ár. Já, nákvæmlega. Eða eitthvað svona hvað sem það gerir sko. En ef ég ætti 100 milljónir til þess að gefa þér í dag, hvað yrði sú mynd? Sú mynd myndi vera sértrúarsöfnuð út á landi. Myndi vera saga tveggja systkina sem að koma af slæmu heimili og önnur systirinn sértrúarsöfnuði og strákurinn fyrir á eftir henni. Byggt á einhverju sannleika, myndirðu segja eða? Nei, bara mig langar að gera mynd sértrúarsöfnuð á Íslandi. Ég held að það væri fullkominn staður fyrir sértrúarsöfnuð á Íslandi og ég skil ekki af hverju ekki fleiri út á landi. Ertu búinn að leggja inn umsókn? Nei. Ok, þá það næsta skref. Já. Það víst hlaupið frá okkur tíminn, en takk fyrir komuna Frosti, gangið vel með þín verk og ég hveti ykkur til að googla hann Frosta Jón. Ertu ekki eitthvað á YouTube með þetta? Jú, YouTube/Frosti Gringo. Frosti Gringo, fólk þið kikið á þetta. Gangið vel með þín verkefni og þakkaði kærlega fyrir komuna Frosti Jón. Þetta er víst að ljúka þessu í dag. Takk fyrir áhorfið, þættinum þá lokið að sinni, verið sæl.